Sæl aftur, þá ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar sæluvikuna en meðal þess sem í gangi í Skagafirði á næstu dögum afmælisráðstefna Sögufélags Skagafjarðar og Héraðsskjalasafnsins og svokölluð barnamenningarhátíð og það eru komnir til mín tveir gestir sem þekkja þessi mál inn og út. Verið velkomin Jóhanna Marín, þú ert einn af aðstandendum þessarar barnamenningarhátíðar. Já. Sko, þetta hugtak barnamenning, ef við byrjum bara á því. Þetta er mikið í umræðunni þessa dagana. Mikið umræðunni. Hvernig skilgreinir þú barnamenningu? Ég skilgreina í rauninni þannig að þetta er í rauninni bæði viðburðir fyrir börn og svo náttúrulega viðburðir sem að börn koma að og eru þá að gera sjálf. Já, af börnum og fyrir börn þá. Já, í rauninni. Nú er þessi barnamenningarhátíð í Skagafirði, það er líka barnamenningarhátíð í Reykjavík núna búin að vera frá 25. apríl ef ég man rétt. Er þetta eitthvað tengt eða hvernig? Við kannski höfum hana, og reynum að hafa hana kannski á svipuðum tíma og svona með hliðsjón af henni af því að upp á það bæði líka að fá listamenn kannski að sunnan og úr Reykjavík og listamenn sem eru þá með tilbúin verk fyrir börn. Já. Og höfum hana kannski svona bak við eyra svona sem svona viðmið eða ég veit ekki, kannski ekki viðmið en svona, hugmynd. Várust mjög góð hugmynd en er þetta nýtt fyrirbrigði þessi barnamenningarhátíð? Hefur þetta alltaf fylgt sæluviku? Nei. Þetta er 3. árið sem við erum með þetta og við byrjum nú ekki með þetta í sæluvikunni en svo hefur þetta svona smá saman verið að færast nær sæluviku því það er oft ýmsir viðburðir sem að tengjast börnum í sæluvikunni. Þannig okkur langaði til þess að halda þá betur utan það og setja undir sama hattinn. Kannski til þess að vekja þá meiri athygli á að því bæklingurinn er náttúrulega svo þykkur og mikill og maður flettir oft svona í gegnum hann og þá kannski fara svona hlutir eins og einhverju myndlistarsýning barna og hún kannski fer fram hjá manni. Þannig en ef þetta er undir sama hattinum allt, barnamenning og sér auglýst, þá er kannski frekar að fólk reki augun í það og mæti. Já. Hjalti, þú ert formaður Sögufélags Skagfirðinga og ritstjóri byggðarsögu. Já. Segðu mér hans frá þessu sögufélagi sem að fagna núna, hvað er það, 70 ára afmæli? Sögufélagi er 80 ára. 80 ára afmæli. Og Héraðsskjalasafnið er 70 ára. Einmitt. Þannig við erum að halda upp á 150 ára afmæli. Já. Segðu mér hans frá þessu félagi, sögufélagi Skagafjarðar, hvert er hlutverkið? Já, Sögufélag Skagfirðinga er stofnað í apríl 1937 og tilgangur þess var að safna saman heimildum Skagafjörð og skrá sögu héraðsins. Og þetta félag hefur starfað óslitið síðan, búið að gefa út líklega hátt í 100 rit úr sögu héraðsins. Og það verður eiginlega svona, það má eiginlega segja að Héraðsskjalasafnið sem stofnað er síðan 10 árum síðar, einnig í apríl 1947, það er svona einhverju leyti afkvæmi sögufélagsins á þeim tíma. En síðan, þeir byrja strax fljótlega í bókaútgáfu þarna og það eru gefnar út nokkrar bækur úr sögu héraðsins alveg frá landnámi og fram á miðaldir. Og það byrjar að safna sér að sér heimildum og ritgerðum og heimildum úr sögu héraðsins og þetta verður svona kannski stofnin og byrjunin á Héraðsskjalasafninu og þetta er fyrsta héraðssögufélagi sem stofnað er á Íslandi. Og kannski fyrir utan félagið Ingólf í Reykjavík en síðan er Héraðsskjalasafnið líka fyrsta héraðsskjalasafnið sem er stofnað utan Reykjavíkur og eftir að lög voru samþykkt það í ársbyrjun 1947. Já, og mikilvægi þessara stofnana svona fyrir sveitafélagið eins og í dag nú þetta hefur ýmislegt breyst, tækninni fleygt fram og sumir segja að svona, þessi bók, þessi hlutur sé jafnvel í einhverju hættu. Hvert hefur hlutverkið væntanlega breyst mikið? Já, það hefur náttúrulega mikið breyst á þessum árum og aðalverkefni sem við erum í núna, sögufélagið og með þetta styrk sveitafélagsins fyrst og fremst. Það er þessi byggðarsaga Skagafjarðar
og hún náttúrulega rekna með að það verið 10 binda verk. Já. Og það eru komin út 7, 8. bindið er að koma. Og ég veit ekki, maður sér svo sem ekki alveg fyrir sér nákvæmlega framtíð bókaútgáfunar en það náttúrulega blasir við að þessar bækur munu seinna koma á stafrænu formi. Einmitt. Jóhanna, þekkir þú sögu Skagafjarðar vel? Nei, ég get ekki sagt það. Svona bút og bút. Já, ertu Skagafirðingur? Ég er ættuð Skagafirði, en ég er fædd og uppalinn í Reykjavík. Já, þú veist meira barnamenningu. Já, allir það. Já, það var kannski engin tilviljun að ég fekk ykkur saman, en þetta auðvitað mjög ólík efni í rauninni. Þetta sýnir samt kannski svolítið breiddina í þessari Sæluvíku. Það er allt mögulegt í boði. Það er hvert sem að fólk hefur áhuga á sögu Skagafjarðar eða þessum stofnunum eða barnamenningu. Mér langar aðeins að halda áfram með það. Einn af þessum viðburðum sem þið eru með núna, það eru barnaópera. Ævintýrið Norðurljósin, ef ég man rétt. Já. Segðu mér aðeins frá því, hvað er barnaópera? Hvað er barnaópera? Það er í rauninni bara eins og óperur. Þetta eru bara ævintýri sem eru í rauninni í staðinn fyrir að tala og segja söguna, þá er sagan sungin. Og ég held að þetta sé mjög spennandi saga. Og fyrir börn? Já, þetta er sérst ævintýri fyrir börn ástir, ef ég man rétt, þá er þetta ástir álfkonu og tröllastráks eða álfastelpu og tröllastráks eða eitthvað, þannig þetta er svona. Þetta er svolítið merkilegt verkefni fyrir mig, sko, barnaópera. Ég er ekki oft sem ég hef heyrt um þetta. Hvernig var svona kveikin að þessu? Já, þetta er alfarið, hún Alexandra Tjernenskóa held ég og Guðrún Ásmunds sem að það er náttúrulega unnið opaslega lengi saman. Já. Og Alexandra semur tónlistina og ég held að sagan sé samt eftir mömmunar, ef ég man þetta rétt. Og svo setur Guðrún Ásmunds hana í þennan búning. Þannig að. Og þetta er ekki eini viðburðurinn sem þið standið fyrir samt? Hvað er það svona, ef þú nefnir nokkuð dæmi það sem þið eru að fara að setja á stað núna í tengslum við hátíðina? Það byrjar á morgun strax. Á morgun eru tónleikar, við fáum í heimsókn til okkur strengjasveitu frá Akranesi og hún ætlar að spila með strengjasveitu Skagfirðinga og þannig að það verða rosa tónleikar á morgun og æfingar stíft í dag og morgun fram að tónleikum og mikil gleði. Og svo er náttúrulega verður geitafjör á Grænumýri. Það er einmitt hjá Kristínu Höllu sem er hinn skipuleggjandinn. Hún opnar þarna fjárhús sín og býður alltaf velkomna. Og mikið gaman að sjá bæði kvíðlinga og lömb og önnur dýr. Og svo er Æskan og hesturinn. Það eru nú öll börn á bara Norðurlandi sem hafa verið í reiðnámskeið í vetur og svo halda þau lokasýningu í búningum og rosa gleði og gaman þar líka. Það er nú, hvað er meira? Heilmikið í boði. Heilmikið í boði. Já, nú á svona bæjarhátíðum og viðburðum þá er oft talað sko, svo er heilmikið að vera fyrir börnin, það er hoppukastalar og svona. Þetta er aðeins önnur nálgun hjá ykkur, þið farið alltaf lengra með þetta. Hvers vegna er það? Okkur langaði bara til þess að auka í rauninni þetta menningaframboð fyrir börn, að gefa börnum á landsbyggðinni og þarna í Skagafirði og héraðinu tækifæri á að kynnast öðru heldur en kannski er fast heima í héraðinu, gefa þeim færi á að kynnast annarri menningu og svona, já. Þetta er ekki gífurlega mikilvægt að kynna menningu fyrir börnum snemma? Það held ég hljótt að vera. Þegar maður lítur tilbaka til sinnar æsku þá var ekki svona mikið í boði. Nei. Þetta hefur breyst talsvert. Það breyst mikið, já. Og segðu mér kannski aðeins svona að lokum frá þessari afmælis, þetta er ráðstefna eða ekki sem þið ætlið að halda? Jú, þetta er málþing og við verðum þarna í Miðgarði á klukkan 2 á sunnudaginn, 7. maí. Og við fáum góða gesti, forseti Íslands kemur og þarna verður líka frá sveitarfélaginu og við munum fara aðeins yfir málin svona. Síðan verða góðar veitingar, það má ekki gleyma því. Og síðan verður þarna málþing þar sem að 4 góðir fyrirlesarar koma og flytja efni úr skagfinskum fræðum. Þetta er svona
Yfirskriftin á þessu skagfiskfræði í fortíð og nútíð. Já. Og ég held að einn fyrirlesarinn fjalli byggðasögu ofanjarðar og neðan. Það fornleifafræðingurinn Guðni Sóeka sem hefur starfað með okkur við byggðasöguna og við höfum gert ýmsar rannsóknir, fornleifarannsóknir og fært aldur margra bæja aftur á landnámsöld. Hún ætlar að greina frá þessu. Svo verður fjallað þarna listamannin Sölva Helgason og síðan verður fjallað mannlífið á Sauðárkróki eftir aldamótin 1900 og síðan kemur Viðar Hreinsson sem var nú að gefa út í fyrra bók Jón lærða. Hann ætlar að segja okkur frá samskiptum Jóns lærða við Hólamenn á 17. öld. Þannig að það heilmikil dagskrá. Þetta verður vonandi mjög áhugaverð dagskrá og enda höfum við stórt tilefni til að gera vel núna. Ekki spurning. Á þessu afmæli. Glæsilegt. Jóhanna og Hjalti, takk hérlega fyrir komin í þáttinn og ég bara hvet alla til að kíkja á það sem þið eruð að bjóða upp á í tengslum við Sæluvíkuna. Góða skemmtun. Takk fyrir. Takk. Og við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.